Komiði sæl og velkomin til 27. fundar sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldin í þinghúsinu á Breiðumýri í dag. Ég ætla að byrja á því að fara yfir mætingu og forföll. Knútur Emil Jónasson boðaði forföll og hér Einar Örn Kristjánsson í staðinn fyrir hann. Arnór hefur boðað forföll og Guðrún Sigríður Tryggvadóttir hér stödd fyrir hann og Ragnhildur Hólm hefur boðað forföll og Úlla Árdal hér mætt í staðinn fyrir hana. Eru einhverjar athugasemdir við útsend fundarboð? Svo ekki. Þá óska ég eftir því að 5 málum verði bætt á dagskrá með afbrigðum og ég ætla að fá að lesa upp bara hvert og eitt mál fyrir sig og óska eftir því að þið gefið merki með handauppréttingu þeir sem að samþykkja. Og það í fyrsta lagi skýrsla sveitarstjóra. Þeir sem að samþykkja, það samþykkt samhljóða. Val á byggðamerki sveitarfélagsins, það samþykkt samhljóða. Samræming á kjörum starfsmanna sveitarfélagsins, samþykkt samhljóða. Lagt fram aðalfundarboð frá Mývatnsstofu, samþykkt samhljóða, takk. Og lögð fram til kynningar umferðaröryggisáætlun fyrir Skútustaðahrepps til kynningar. Og það líka samþykkt. Takk fyrir það. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður á dagskrá skýrsla sveitarstjóra og þar sem að sveitarstjóri ekki með okkur í dag, þurfti að sinna öðrum verkefnum, vestur í Húnaþingi, þar sem hún mun taka þátt í hátíðar athöfn vegna 25 ára afmælis sveitarfélagsins en hún var þar sveitarstjóri á síðasta kjörtímabili og skilum við bara bestu kveðjum til hennar en þá ætla ég að lesa hér skýrslu sveitarstjóra fyrir hana. Og framkvæmdu við salernishús í Höfða í Mývatnssveit lokið og var húsið formlega opnað í vikunni. Systkinin Gunnar, Sigga og Kalli, starfsmenn sveitarfélagsins í Höfða, munu hafa umsjón með salernishúsin í sumar. Þetta hið vandaðasta hús í alla staði og megum við vera virkilega stolt af þessari framkvæmd. Framkvæmdur í göngustíginn við Mývatn í gangi og miðar því ágætlega. Unnið að undirbúningi við að útboði skólaaksturs og verður vonandi hægt að bjóða það út á næstu vikum. Í síðustu viku voru skólaslit grunnskólanna og náði sveitarstjóri að vera við 2 af þeim útskriftum sem var afar gaman. Því miður ekki búið að fullmenna þær stöður sem lausar eru við grunnskóla Þingeyjarsveitar næsta vetur og verða áfram auglýstar þær stöður sem eftir á að ráða í. Vinnuskólinn byrja 12. júní næstkomandi. Það ekki búið að finna ennþá starfsmann til að taka að sér umsjón með 7. bekk, svo það ekki ljóst ennþá hvort hægt verði að verða við beiðni það. Eftir næstu helgi mun koma til okkar ráðgjafi í skjalamálum og verður með kynningu fyrir starfsmenn og heimsæki stofnanir sveitarfélagsins. Hún búin að gera nýjan málalykil og yfirfara skjalakerfið okkar og þar hafa verið skráð mál í kerfið frá árinu 2016. Hún telur vistunina í nokkuð góðu lagi en þó eru nokkur atriði sem að bæta svo sem efnisflokkun, stöðu mála og lokamálum sem búið að vinna. Skipta þar kerfinu upp í 2 skjalavistunartímabil, það 2016 til 2022 og svo frá sameiningu sveitarfélagana verði nýtt skjalavistunartímabil. Það á svo eftir að skanna og skrá í kerfið ýmis eldri gögn sem ættu að vistast þar. Það því ljóst að mikil vinna framundan í skjalamálum. Mannauðsráðgjafinn var hjá okkur daginn og byrjað að fara yfir stöðu mála. Einnig mannauðsráðgjafi byrjaður vinnu við að yfirfara kjör starfsmanna og samræmingu þeirra. Hún mun einnig vinna upp gögn vegna jafnlaunavottunar og við komið með tilboð í jafnlaunavottun frá ISORT. Að undanförnu hefur verið vinnað að samþættingu á ýmsum verkefnum og verklagi hins sameinaða sveitarfélags. Hefur þetta því miður tekið lengri tíma en ætlað var, en það eru allir að gera sitt besta í því að vinna þetta áfram. Margt af þessu flókið og
skrifstofurnar undirmannaðar svo að þetta tekur því miður lengri tíma en ætlað var. Vinna við ársreikning hefur einnig tekið lengri tíma en í hefðbundnu ári. Ástæðurnar eru margvíslegar, 3 sveitarfélög sem þurfti að gera upp og kerfi sem þurfti að sameina. En nú er ársreikningurinn á lokastigi og við eigum fund með endurskoðendum í fyrramálið. Við munum boða til aukafundar sveitarstjórnar þegar hann er tilbúinn til fyrri umræðu. Fundir síðan, þeir fundir sem sveitarstjóri hefur sótt síðan á síðasta sveitarstjórnarfundi er eftirfarandi. Sveitarstjórar á Norðurlandi eystra héldu sinn mánaðarlega spjallfund þar sem farið er yfir þau mál sem eru efst á baugi hverju sinni. Talsvert var rætt verkföll BSRB en þau hafa ekki áhrif hjá okkur en í Eyjafirði hafa þau talsvert áhrif. Sveitarstjóri og Knútur áttu fund með fulltrúa Brákar HCS þar sem ræddir voru möguleikar á því að færa leigufélag Þingeyjarsveitar HCS undir Brák. Fulltrúi Brákar taldi góða möguleika á því og nú þurfum við að boða til fundar í leigufélaginu og kynna þennan möguleika fyrir stjórn. Einnig ræddu við þann möguleika að fá leigufélagi Bríet með aðkomu að byggingu raðhús í Reykjahlíð og verður það tekið fyrir á næsta fundi hjá þeim. Erum vongóð jákvæð viðbrögð þar. Sveitarstjóri sat fund hjá stýrihópi Gaums upp á Þeistareykjum. Í kjölfar fundarins var boðið upp á leiðsögn virkjunina og fyrirhugaðar framkvæmdir þar. Sveitarstjóri og oddviti hafa verið í viðræðum við úr héraði vegna leigu að Breiðumýri en fyrir stuttu það féllu fulltrúar úr héraði frá leigu á húsinu. Sveitarstjóri átti fund með fulltrúum Norðurþings vegna farsældarlagana sem á samninga sem sveitarfélagið hefur haft í Norðurþing og ítrekkuð hefur verið bókun sveitarstjórnar frá því í nóvember á síðasta ári þar sem fjallað var að endurskoða samninga við Norðurþing. Það hafa verið haldnir allnokkrir Teams upplýsingafundir vegna kjaraviðræðna BSRB og sambandsins og þar hefur meðal annars verið lögð áhersla á að sambandið kæmi sínum sjónarmiðum betur á framfæri. Sveitarstjóri átti fund með fulltrúa Vegagerðarinnar vegna göngustigsins í Mývatnssveit þar sem farið var meðal annars yfir stöðu verksins með tilliti til greiðslna frá Vegagerðinni. Sveitarstjóri átti fund með hönnuði byggðamerkis fyrir Þingeyjarsveit og mun afgreiðsla eða val á merki verða afgreitt hér í dag. Í gær var haldið stjórnarfundur í SSNE í Langanesbyggð. Þar var meðal annars á dagskrá skipan fulltrúa í úthlutunarnefnd og í fagráð umhverfismála. Kynnt var minnisblað uppbyggingasjóð og tillögur breytingar í tengslum við áhersluverkefni. Á fundinu komu fulltrúar gæða og eftirlitsnefndar og kynntu sitt starf. Forsætisráðuneytið stóð fyrir fundi málefni þjóðlenda, sveitarstjóri, oddviti og fjallskilastjórar sóttu fundinn en hann skilaði nú ekki miklu. Auk þess hefur sveitarstjóri séð til allnokkra minni fundi, fengið fjölmörg símtöl og heimsóknir, auk daglegra verkefna sem eru ærin. Þetta er það helsta frá síðasta fundi sveitarstjórnar og hef ég þá lokið lestri skýrslu sveitarstjóra. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þá förum við hér í næsta dagskrárlið sem er önnur umræða breytingar á samþykktum stjórn og fundasköp sameinaðs sveitarfélags eða sem Þingeyjarsveitar. Fyrri umræða hefur farið fram. Hér er aðra umræðu að ræða og þær breytingar sem hafa verið gerðar eru í samræmi við nýtt stjórnskipulag þar sem meðal annars er sett á laggirnar byggðaráð. Aðra breytingar eru gerðar í samræmi við nýja leiðbeiningar samþykktir stjórn sveitarfélaga frá innviðaráðuneytinu. Og orðið er laust. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, þessar breytingar snúast kannski eins og áður hefur komið fram mest stjórnskipulagið og þá byggðaráðið
og ég bara vil ítreka þá skoðun mína að ég líti ekki á það að byggðarráðið sé endilega til framtíðar, heldur meira viðbragð til að bregðast við stöðu á skrifstofunni og til að styðja við sveitarstjórann okkar. En ég bara ítreka það að það er mín skoðun að þetta sé ekki endilega til framtíðar og við endurskoðum þetta eftir ár. Takk fyrir það. Eyþór, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og þá ber ég upp til atkvæðagreiðslu þessar breytingar sem að hafa orðið á samþykktum í stjórn þingeyjarsveitar og bið þá sem að eru samþykkir breytingunum að gefa merki með handaruppréttingu. Og það er samþykkt samhljóða, þannig að þá hefur lokið hér annarri umræðu breytingar á samþykktum stjórn þingeyjarsveitar. Þriðji liður á dagskrá í dag er kosning oddvita og varaoddvita og í samræmi við 7. grein í samþykktum stjórn þingeyjarsveitar er kveðið á að kjósa skuli oddvita og varaoddvita til 1 árs í senn. Eyþór Kári hefur óskað eftir því að taka til máls. Gjörðu svo vel, Eyþór. Oddviti, ég geri það tillögu minni að við kjósum Gerði Sigtryggsdóttir sem oddvita aftur og Knút Emil sem varaoddvita aftur. Eru fleiri tillögur? Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Nú fyrir liggur tillaga frá Eyþóri og þeir sem geta samþykkt tillöguna eins og hún hljóðar að Gerður verði kosin oddviti og Knútur Emil varaoddviti vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða og þá er Gerður Sigtryggsdóttir lýstur réttkjörinn oddviti og Knútur Emil Jónasson lýstur réttkjörinn varaoddviti. Næsta dagskrá er Hulda, náttúru hugvísindasetur. Aðili málsins Guðrún Tryggvadóttir hefur vikið að fundi undir þessari umræðu og hér er lagt fram erindi Guðrúnar Tryggvadóttur fyrir hönd Svartárkots menningar og náttúru þar sem óskað er eftir stuðningi sveitarstjórnar við verkefnið Huldun, náttúru hugvísindaseturs. Nú það má taka það fram að á síðasta kjörtímabili var undirrituð viljayfirlýsing sveitarfélaganna Háskóla Íslands og Svartárkots aðkomu sveitarfélaganna og háskólans að þessu verkefni til 3 ára og það sveitarstjórn áætlaði styrk á þessu ári, það var gert ráð fyrir honum í fjárhagsáætlun síðasta árs, eða þessa árs fyrirgefið, en hér er að ræða formlega afgreiðslu á því að sveitarstjóra verði heimilað að gera samstarfssamning við Huldu þar sem gert er ráð fyrir samsvarandi styrk til 3 ára. En orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Og svo er ekki þá eftirfarandi bókun þeir sem geta samþykkt hana eru vinsamlegast beðnir að gefa merki að sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með verkefnið og framgang þess og samþykkti við síðustu fjárhagsáætlun gerð að veita 5 milljónir á ári næstu 3 ár til að styðja við það. Gert er ráð fyrir framlagi til Huldu hugvísindaseturs í fjárhagsáætlun 2023 og felur sveitarstjóra að gera samningu verkefni til 3 ára. Og það er samþykkt samhljóða.
og Guðrún hefur mætt aftur til fundar. Og þá það 5 liðir á dagskrá. Varðar starfshóp ágengar plöntur í sveitarfélaginu. Á 26. fundi sveitarstjórnar var sveitarstjóra og umhverfisfulltrúa falið að leggja fram tillögu að fulltrúum í starfshóp ágengar plöntur í sveitarfélaginu. Einhver sem vil taka til máls hér? Jóna Björg, er það svo vel? Já, oddviti, ég held að það sé mjög jákvætt skref að endurvekja starfshóp ágengar plöntur. Ég held að það sé jafnframt mikilvægt í þessu tilfelli þessa tilefni að nýta vinnu sem var búið að vinna í gömlu sveitarfélögum. Það var búið að kortleggja og bæði Þingeyjarsveit og gamla Skútustaðahreppi ágengar plöntur. Það var búið að gera að ég tel aðgerðaáætlun í gamla Skútustaðahreppi og grípa til einhverja aðgerða. Og ég held sér mikilvægt að nýta þá vinnu og ég legg áherslu á að í þessum hópi sem stendur til að skipa verði unnið bara að aðgerðaáætlun og svona skynsamlegum nálgunum í því að það sem að meta þar hvar ágengar plöntur eru hvað skaðlegastar, meta hvar þurfa að grípa til brýnna aðgerða, hvar þurfi, að því að verkefni svo stórt. Ég held að sé mikilvægt að við áttum okkur á því hvað við getum komist yfir, hvað við getum gert, hvaða svæði mikilvægast að vernda og hvaða plöntur mikilvægast að uppræta á hverjum stað, því að þetta stór biti, við borðum hann ekki allt í einu bita, þannig að bara vona að þetta eigi bara eftir að ganga vel og samstarf og samtal við landeigendur á hverju svæði eigi eftir að ganga vel. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Lögðu fram tillaga að fulltrúar í starfshópnum komi frá Landgræðslunni, Umhverfisstofnun og Fjöreggi. Formaður starfshópsins verði sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs, en þar til ráðning hefur farið fram umhverfisfulltrúa falið að leiða hópinn. Fulltrúi sveitarstjórnar í hópnum verði Jóna Björg Hlöðversdóttir og sveitarstjóra verði falið að óska eftir tilnefningum frá áður nefndum stofnunum. Og þeir sem geta samþykkt gefið merki og þetta samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá. Það tilboð og verklýsing á endurskoðun trygginga vátrygginga sveitarfélagsins. Hér lagt fram tilboð og verklýsing á útboði á tryggingum Þingeyjarsveitar frá Consello. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Og svo ekki. Kannski aðeins taka það fram að í tilboðinu og verklýsingunni gert ráð fyrir að það verði tryggingar gömlu sveitarfélaganna verði yfirfarnar og rýndar og eins farið yfir tjónasögu og í framhaldinu þá óskað eftir útboðum frá vátryggingafélögum. Þar sem enginn hefur kveðið sér máls þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tilboð leið 2 og feli sveitarstjóra að undirrita samning. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki og það samþykkt samhljóða. Sjöundi liður á dagskrá í dag. Það varðar hitastigulsholu vegna rannsókna á jarðhita sunnan Bæjarfjalls á Þeistareykjum. Og forsagan sú að á 10. fundi skipulagsnefndar var vísað til sveitarstjórnar erindi Landsvirkjunar þar sem þess óskað að nefndin taki afstöðu til framkvæmdar vegna lagningu slóða og útfærslu borplans. Áformað að bora hitastigulsholu vegna rannsókna á jarðhita sunnan til í Bæjarfjalli á Þeistareykjum. Erindi var síðan tekið fyrir á 21. fundi sveitarstjórnar þann 23. mars síðastliðinn. Þar sem sveitarstjórn vísaði málinu til samráðshóps sveitarfélagsins og Landsvirkjunar. Samráðshópurinn jákvæður gagnvart framkvæmdinni og leggur til að sveitarstjórn samþykki beiðni Landsvirkjunar. Vill einhver taka til máls hér?
Einar gerir, já, gjör svo vel. Já, og til því, ég bara vil vekja athygli á hugsanlegu vanhæfi mínu sem starfsmaður Landsvirkjunar. Takk fyrir það, Einar. Þeir sem að meta Einar vanhæfan til að fjalla um málið vil ég vinsamlegast gefa merki. Og það er enginn sem telur Einar vanhæfan, þannig að hann tekur þátt í afgreiðslu málsins. Orðið er laust, vill einhver taka til máls. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég tel það í þessu máli að þarna er að ræða óraska svæði sem eru utan vinnslusvæðis Landsvirkjunar og ég sé ekki að það sé einhver sérstök ástæða fyrir okkur að hleypa þessari framkvæmd í gegn. Þetta þýðir einfaldlega meira rask. Nú, samkvæmt því sem ég best veit, þá á þegar að vera tryggð orka til þeirra starfsemi sem er samþykkt í skipulagi okkar. Svo má náttúrulega velta fyrir sér stærra samhenginu í þessu og það er auðvitað það að er fjárhagslegur ávinningur sveitarfélagsins af starfseminni. Þar sem við auðvitað fáum skerðingar frá jöfnunarsjóði út af tekjum á þeistareykjum. Og síðan má líka velta fyrir sér ennþá stærri mynd sem er þá ábyrg orkunotkun. Vegna þess að við þessa orkuvinnslu sem þarna til staðar er aðeins verið að vinna eða nýta litla prósentu af allri orku sem til staðar. Þannig að ég kem til með að greiða atkvæði gegn þessu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Árni Pétur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðrún, gjör svo vel. Já, oddviti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil taka undir með Árna Pétri og benda það að okkur ber ábyrgð til að fara varlega í umgengni við auðlindir okkar og ég kem líka til með að greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Takk. Takk fyrir það, Guðrún. Eru fleiri? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég tek þetta mörguleiti undir með Árna Pétri að það eru margir hluti sem við þurfum að skoða en ég legg samt til að við samþykkjum þessa rannsóknarhólu og við sem sagt leggjumst ekki gegn rannsóknum á þessum, já á jarðhita á þessu svæði og þess vegna ætla ég að greiða atkvæði með þessu. Takk fyrir það, Eyþór. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég get að mörgulega tekið undir með Árna Pétri í það sem kom fram í honum. Líka rétt að komið fram að eins og hann sagði þá er þetta utan skipulags virkjunarinnar og virkjunarframkvæmdana á Þeistareykjum þannig að það er mikilvægt að fara varlega og fara allir með gát að ræða rannsóknarhólu til þess að reyna að meta stöðuna á svæðinu og það er lagt upp með að hafa framkvæmdina eins afturkræf og mögulegt er þannig að komi til þess að það komi ekkert út úr þessum rannsóknum þá munir Landsvirkjun bara afmá þessa framkvæmdum öllu en komi til þess að þarna verði og rannsóknir leiði ljós að það sé þarna ástæða til þess að gera eitthvað þá er náttúrulega rétt og halda því til haga að það verði þá að taka upp skipulag og samninga á milli Landsvirkjunar og landeigenda en þannig að ég held að það sé mikilvægt að við förum að gáta á Þeistareykjum og ég held að það sé mikilvægt að við höldum til haga bara náttúrunni og þeim bara eru gersemar þarna á svæðinu sem við þurfum að vernda borðu hverasvæðið og ásýnd svæðisins þannig ég held að það sé rétt að við förum öllum með gát en ég held að það sé bara skynsamlegt að athuga hvort að það sé hægt að nálgast þessa perlu á bara skynsamlegan hátt.
Takk fyrir það, Jóna. Eru fleiri? Úlla, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég ætla að taka undir með Árna og Guðrúnu og þar til að það er farið að nýta betur þá orku þar sem er þegar búið að bora, þá ætla ég að segja nei, greiða á móti. Takk fyrir það, Úlla. Eru fleiri? Haraldur, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég er þeirra skoðan að það sé mikilvægt að þetta svæði sé kanna betur, þannig að þeir geti svara því hvað er mikil orka þarna á þessu svæði. Þannig ég mun styðja það að þessi borun verði leyfð. Þetta er þetta rannsóknarhola og ég held að það sé gott að hún svari því þá hvort það er enn meiri orka þarna sem er nýtanlegt í framtíðinni. Takk fyrir það, Halli. Eyþór hefur beðið orðið aftur. Oddviti, ég vildi bara taka undir aftur með Jónu og Halla að ég lít sem á að þetta sé rannsóknarhola og með þessu séum við að engu leyti að samþykkja eða gefa nein áform okkar framkvæmdir aðrar en þessa rannsóknarholu á þessu svæði. Og bara þannig að það komi fram. Takk fyrir það, Eyþór. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Þá vill oddviti árétta það að það er nú svo gaman að því að ég get nú bara verið sammála í rauninni öllum ræðumönnum. Ég mun hins vegar greiða atkvæði með tillögunni þar sem að ég sit í samráðshópi Landsvirkjunar og legg tillögunni fram þar með. Ég tel mikilvægt einmitt að heimila þessa rannsóknarholu en tekka fram að það er ekki loforð eða ákvörðun neitt frekar enda er þetta svæði utan skipulags og ég get líka af heilum hug tekið undir orð Árna Péturs og Guðrúnar að við þurfum að ítrekka það líka við Landsvirkjun að sú orka sem þarna er verið að nýta verði nýtt ennþá betur og að farið verði að með gát á svæðinu. En ég ætla þá að bera tillöguna upp aftur. Hún er sem sagt sú að tillagan er frá samstarfshópi Þingeyjarsveitar og Landsvirkjunar að beiðni Landsvirkjunar framkvæmdir vegna hitastigulsholu í sunnanverðu Bæjarfjalli á Þeistareykjum verði samþykkt og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt með 5 atkvæðum og þeir sem segja nei, vinsamlegast gefið merki og það eru 4 sem segja nei. Tillagan telst því samþykkt. Nú, það er 8. liður á dagskrá. Þar er lagt fram erindi greinargerð stjórnar Verndarfélags Svartár og Suðurár vegna áformaði virkjun í Svartá í Bárðardal, fýsileiki og umhverfisáhrif 2011-2022. Er einhver sem vill taka til máls? Árni Pétur, gjörðu svo vel. Oddviti, góðir sveitarstjórnarmenn, mér langar bara að þakka Verndarfélaginu sérstaklega fyrir þessa greinargerð. Þetta er mjög gagnlegt fyrir okkur sveitarstjórnarmenn. Þarna er sagan og allt sem að þessu við kemur dregið mjög vel saman. Þetta er mjög gott veganesti fyrir okkur og góð brýning. Þannig að bara frábær skýrsla. Takk fyrir. Takk fyrir það og tek undir orð Árna Péturs og þakka erindið. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er erindið hér með lagt fram. Næsti liður á dagskrá
breytingar á deiliskipulagi í Vogum 1. Þetta mál hefur nú verið tekið fyrir áður og hér tekið fyrir að nýju beiðni heimild til breytingar á deiliskipulagi Voga 1. Fyrir liggur tillaga breytingu á deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir byggingarreit frístundahús innan 100 metra frá Mývatnssveitarvegi. Þann 9. febrúar síðastliðins samþykkti sveitarstjórn að fela skipulagsfulltrúa að leita undanþágu frá D-lið í 5. grein skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 sem segir að utan þéttbýli skuli ekki staðsetja íbúðir eða frístundahús nær stofn og tengivegum en 100 metra. Sveitarstjórn tók fyrir beiðni frá innviðaráðuneytinu umsögn við beiðni sveitarfélagsins undanþágu frá skipulagsreglugerð á fundi sínum þann 23. mars síðastliðinn. Þá var skipulagsfulltrúa falið að svara erindi ráðuneytisins þess efnis að ekki yrði gerð athugasemd við veitingu undanþágu frá áður nefndum lið í skipulagsreglugerð vegna breytingar á deiliskipulagi í Voga 1. Fyrir liggur umsögn skipulagsstofnunar dagsett 17. mars síðastliðinn þar sem ekki gerð athugasemd við veitingu undanþágu frá áður nefndum lið í skipulagsreglugerð. Nú orðið laust ef einhver vil taka til máls. Gerðu svo vel, Jóna. Já, takk Oddviti. Ég nú satt að segja svolítið ringluð og að því að erindi sem okkur berst í dag að fara fram á það að sveitarstjórn staðfesti að hún hafi óskað eftir að biðja undanþágu sem við höfum nú þegar veitt umsögn við að hafa sótt að veita undanþágu. Hvaða rugl þetta? Afsakið mig innilega, en þetta auðvitað bara, mér finnst þetta svolítið kjánalegt. Ég held að sé rétt hins vegar að við bara dönsum áfram með og við felum skipulagsfulltrúa að svara erindinu á þann veg og ítreka afstöðu okkar að við höfum sótt og falið skipulagsfulltrúa að sækja þessu undanþágu. Það eru ég myndi segja talsvert mörg dæmi það að þetta sé leyft og meira segja nýleg, þannig að ég var að tella mér finnst þetta sóun á tíma okkar að vera óska fyrsta lagi við sækjum að felum skipulagsfulltrúa að sækja þetta og við erum beðin umsögn við umsóknina okkar og okkur er svo gert að senda aftur staðfestingu á því að við séum búin að sækja þetta. Þetta er óskynsamleg nýting á tíma. Takk fyrir það, Jóna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Ég held að við getum öll heilshuga tekið undir þín orð, Jóna, að þetta er frekar óskynsamleg nýting á tíma okkar. En ég tel rétt að við bókum að sveitarstjórn ítrekki fyrir afstöðu og þar sem skipulagsfulltrúa er falið að svara erindi innviðaráðuneytisins þess efnis að óska sé eftir því að undanþága sé veitt frá þessum D-lið í 5. grein skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 vegna fyrirhugaðra staðsetningar frístundahúsa Björk í Vogum 1 og að það verði staðsett innan 100 metra frá Mývatnssveitarvegi í samræmi við tillögu að breytingu á deiliskipulagi Voga 1. Sem sagt að fyrri afstaða sveitarstjórnar verði ítrekkuð og þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Og það er allir sem samþykkja það samhljóða. Næsti liður á dagskrá varðar breytingu á aðalskipulagi Skútustaðahrepps vegna skilgreiningar íbúðabyggðar á Vogum 1. Það lögð fram beiðni til vatnsveitu Skútustaðahrepps frá Skipulagsstofnun vegna breytingar á aðalskipulagi Skútustaðahrepps vegna skilgreiningar íbúðabyggðar á Vogum 1. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Og svo er ekki lagt til að þessi máli verði frestað og sveitarstjóra falið að afla gagna
vatnsöflun og dreifingu og undirbúa drög að umsögn. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 11. dagskrárliður og þar er sveitarstjórnarmaður aðili máls og Halldór víkur af fundi klukkan 13:37. Það er lagt fram bréf frá Halldóri Þorláki Sigurðssyni þar sem hann óskar eftir samningi nýtingu túna og beitar á Kálaströnd 1. Hann óskar eftir að fá slá og hirða tún við Moshól og beita vor og haust. Á 24. fundi sveitarstjórnar, 26. fundi sveitarstjórnar var tekið fyrir beiðni nýtingu túna og beitar á Kálaströnd, en hér er viðbót við fyrri beiðni að ræða. Og einhver sem vill tjá sig undir þessi lið. Enginn sem tekur til máls. Og þá er lagt til að sveitarstjóra verði falið að taka tillit til þessa erindis við afgreiðslu erindis Halldórs Þorláks Sigurðssonar leigu túna og beitar á Kálaströnd sem tekið var fyrir á 26. fundi sveitarstjórnar 25. maí síðastliðinn. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Takk. Halldór mætir aftur til fundar klukkan 13:39. Næsti dagskrárliður er lagt fram til kynningar bréf frá stjórn Skógræktarfélag Íslands frá 22. maí síðastliðinn. Á stjórnarfundi Skógræktarfélags Íslands þann 15. maí var fjallað meðal annars rangfærslur sem nýlega voru sendar sveitarfélögum skógrækt. Skógræktarfélagið lýsir sig reiðubúið til að veita upplýsingar og halda áfram að vinna með stjórnvöldum og sveitarfélögum landsins af því að klæða landið, gera það byggilegra og náttúruvænna með skipulagðri skógrækt. Þannig eiga náttúruleg fjölbreytni, gróska og grænir skógar á viðeigandi stöðum eftir að auka gildi Íslands fyrir íbúa þess og gestkomandi ferðamenn. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki, þá er erindi hér lagt fram til kynningar og við þökkum stjórn Skógræktarfélagsins fyrir innsend erindi. Næsti liður á dagskrá, þar er lögð fram til kynningar fundargerð aðalfundar samtaka Orkusveitarfélaga sem haldin var 21. apríl síðastliðinn. Einhver sem vil taka til máls þar? Svo er ekki, þá er erindi lagt fram. Næsti liður á dagskrá er fundargerð aðalfundar menningarmiðstöðvar Þingeyinga sem haldin var 23. maí síðastliðinn. Fundargerð er lögð fram til kynningar. Er einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. Hún er hér lögð fram fundargerðin. Næsti liður, þar er lagðar fram til kynningar fundargerðir 926, 927 og 928 fundar, 928. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga frá 17. maí, 26. maí og frá 2. júní síðastliðnum. Það er lagt fram hér til kynningar og einhver sem vil taka til máls. Jú, ég fæ hér athugasemd fundarstjórn og mér er sagt að ég hafi hlaupið yfir dagskrárlið. Já, og það er rétt að það er liður númer 15 sem var hlaupið yfir, við afsökunar á því. Það er lögð fram til kynningar fundargerð 18. fundar fulltrúaráðs héraðsnefndar Þingeyinga frá 5. maí síðastliðnum. Hún er hér lögð fram til kynningar. 16. liður þá og það eru fundargerðir sambands íslenskra sveitarfélaga sem eru lagðar fram til kynningar og einhver sem vil taka til máls. Og svo er ekki,
Næsti liður, þar eru fundargerðir stjórnar Norðurorku, lögð fram til kynningar fundargerð 287. fundar stjórnar Norðurorku frá 16. maí síðastliðnum, lögð fram til kynningar. Næsti liður er umsagnarbeiðni. Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi Eystra, dagsett 30. maí, þar sem Brynjar Árnason sækir rekstrarleyfi í flokki 2C, minni gististaðir að Klambraseli í Þingeyjarsveit. Og orðið laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Og svo ekki, þá eftirfarandi bókun lögð til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitt rekstrarleyfi með fyrirvara að jákvæðar umsagnir berist frá byggingafulltrúa og heilbrigðis- og eldvarnareftirlitinu samanber B-lið 7. greinar laga nr. 67/2016 breytingu á lögum nr. 85/2007 og þeir sem geta samþykkt það viðsælast gefið merki og það samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Næst á dagskrá það liður númer 19, beiðni umsögn leyfi til smásölu áfengis frá Mývatni ehf. Lögð fram beiðni frá sýslumanninum á Suðurlandi umsögn leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað. Beiðnin frá Mývatni ehf. og framleiðslustaður Skútustaðir 2C. Orðið laust ef einhver vill taka til máls. Haraldur, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég finnst þetta mjög, þetta tímamótamál. Við höfum ekki áður veitt leyfi til þess að menn getur selt eigin framleiðslu á áfengi undir 12%, skilst mér að verði að vera. En mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt og mig langar að þakka Ragga í Seli fyrir að hann frumkvöðli í okkar sveitafélag allavega til að hefja að framleiða bjór. Ég hef styð þetta. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ulla, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Halli sagði eiginlega allt sem ég ætla að segja. En ég ætlaði bara að hrósa þeim orkuhjónum á Selhóteli fyrir bara að byggja upp nýtt og bara standa sig vel. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Svo ekki. Eftirfarandi bókun lögð fram til atkvæðagreiðslu. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við umbyggðileyfi Mývatns ehf. til smásölu áfengis svo framarlega sem liggi fyrir jákvæðar umsagnir, heilbrigðiseftirlits, brunavarna, byggingafulltrúa og að afgreiðslutími sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til sem og samkvæmt annarri grein reglugerðar nr. 800/2022. Og þeir sem geta samþykkt það með sérlega gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá hér lagt fram aðalfundaboð Mývatnsstofu sem aðalfundurinn mun fara fram 19. júní næstkomandi. Lagt hefur verið til að oddviti fari með umboð sveitarfélagsins á aðalfundi og þeir sem geta samþykkt það með sérlega gefið merki og það samþykkt samhljóða. 21. liður á dagskrá. Þar lögð fram til kynningar umferðaröryggisnefnd Þingeyjarsveitar sem í rauninni umferðaröryggisáætlun fyrir Skútustaðahrepps. Lögð fram hér til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þeim lið? Jóna Björg, gjörðu svo vel.
Já, takk Oddviti, gott og gagnlegt fyrir okkur sveitarstjórnarfólk og aðra að kynna sér þessa áætlun sem var gerð í ríku samráði gamla Skútustaðahreppi. Ég var nú að renna yfir það hvað sátu margir þarna, ég er nú hissa að þetta hafi klárast þetta, það voru svo mörg sem að koma að þessari vinnu. En ég held að það væri skynsamlegt að ræða þetta og athuga það hvort við ættum að setja okkur einmitt umferðaröryggisáætlun Þingeyjarsveitar og fara þá bara yfir sveitarfélagið í heild sinni. Ég velti alveg fyrir mig hvort að það gæti jafnvel bara verið hluti af endurskoðun eða gerð nýs aðalskipulags að velta upp þessum punktum, af því við vitum alveg að það eru svæði innan sveitarfélagsins sem eru svona viðkvæm, þéttbýlinn og svo eru þessir þungu umferðarpunktar. Og í þessu samhengi, þetta sé kannski ekki alveg beint, en þetta nú enga síður umferðaröryggis að með nýlegum aðgerðum og vegagerðina þar sem verið að takmarka mjög umferð Skjálfandafljótsbrú við Rangá, þá verið að beina allri þungaflutninga umferð á brú við Fossól sem einbreið og eitt fjölsóttasti foss landsins svona með því, og þetta bara mjög mikil aðsókn og mikil umferðgangandi og mikil umferð ferðamanna. Ég tel það raunar frekar óábyrgt að vera beina svona mikilli þungaflutningu umferð inn á svona viðkvæma stað. Þannig að ég held að þetta væri til þess eitt af því sem við þurfum að taka til mikillar skoðunar í okkar aðalskipulagsvinnu og einmitt bara við mat og umferðaröryggi sveitarfélagsins. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Og svo ekki, ég vil bara taka undir orð Jónu og tel bara mikilvægt að sveitarstjórnar fulltrúar kynni sér þessa umferðaröryggisáætlun og í framhaldinu þá munum við skoða einmitt hvort að hún gæti hugsanlega verið mikilvæg inn í endurskoðun aðalskipulags eða hvernig verður unnin áfram. En hún sem sagt lögð hér fram til kynningar. 20. og annar liður á dagskrá. Samræming á kjörum starfsmanna sveitarfélagsins. Það yfirstandandi vinna við samræmingu á launa- og starfskjörum starfsmanna sveitarfélagsins og við greiningu hefur komið í ljós að starfskjör hafa verið mismunandi milli gömlu sveitarfélagana. Sveitarstjórn telur mikilvægt að sömu kjör gildi fyrir sambærileg störf í nýju sveitarfélagi. Og einhver sem vil taka til máls hér? Svo ekki, ég vildi það bara fylgja þessu lítið eftir með því að þetta hefur tekið náttúrulega bara eins og margt annað í kjölfar sameiningar. Að það gríðarlega margt sem að þarf að vinna eftir svona sameiningu sveitarfélaga eins og gefur að skilja. Og þetta eitt af því sem í vinnslu. Það hefur borið á eðlilega á óánægju hjá starfsfólki og við höfum fullan skilning á þeirri óánægju vegna þess að það hefur náttúrulega spurst út að þarna einhver mismunur. Hins vegar þá hefur fullkomin greining ekki enn farið fram á því hvar munurinn liggur, þannig að við höfum ekki viljað fara í einhverjar ráðstafanir fyrir en að það fyrirliggjandi. Við erum komin með samning við mannauðs sérfræðinga hjá Attendus sem eru komnir á góðan skrið með þessa vinnu en teljum mikilvægt einmitt á meðan að vinnan í gangi að gefa út svona línur með það eftir hvaða reglum við erum að vinna eins og En í framhaldinu, ég vildi líka kannski segja bara að ég vil biðla til starfsmanna að sýna okkur þolinmæði og þetta eru stór mál, við viljum gera hlutina vel og viljum þannig að þetta komi allar þær breytingar sem verður farið í að það náist sem víðtækust sátt þær.
Þannig að það er bara gríðarlega mikilvægt að sýna okkur biðlund í þessum verkefnum. En Eyþór hefur óskað eftir að taka til máls. Takk. Oddviti, ég hef svo sem ekkert við þín orð að bæta, annað en bara þetta er algjört sanngirnismál en ég bara treysti því að mannauðsráðgjafi sem er að starfa hjá sveitarfélaginu vinni þetta og vonandi að við getum unnið þetta hratt og gert þetta rétt, af því að það skiptir líka miklu máli. En þetta er algjört sanngirnismál finnst mér. Takk Eyþór. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er hér komin tillaga bókun sveitarstjórnar. Unnið er að gera mánaðarstefnu nýs sveitarfélags með mannauðsráðgjöfum Attendus samkvæmt samningi þar um. Stefnan verður unnin með aðkomu starfsfólks á fundi sem haldinn verður í lok sumars. Frá 1. júní 2023 verður ekki unnið eftir mannauðsstefnu fyrr en Skútustaðahrepps enda féllu gömlu reglur sveitarfélagana eða reglur gömlu sveitarfélagana úr gildi 3 mánuðum eftir sameiningu sveitarfélagana samkvæmt 126. grein sveitarstjórnarlaga. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki þar um. Og hún er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og þá er komið hér að síðasta dagskrárliðnum í dag og það er val á byggðamerki fyrir sveitarfélagið. Á 24. fundi sveitarstjórnar þann 11. maí var sveitarstjóra falið að láta vinna áfram tillögu að nýju byggðamerki frá Effekt Þórhalli Kristjánsinni og orðið er laust. Ef einhver vil taka til máls. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, byggðamerkin komu nú ekki inn á fundagáttina með réttum fyrirvara en ég gerir svo sem enga athugasemd við það aðra en þá að það er kannski ástæðan fyrir að mér finnst þessi merki ekki nógu flott, að ég er ekki búinn að sjá þau nógu lengi. Ég er ekki mjög hamingjusamur með þessi merki og fyrirliggjandi tillögur en ég ætla ekki að leggjast gegn því að við samþykkjum þessi merki með mögulega einhverjum áorðnum breytingum. Takk Eyþór. Árni Pétur hefur kveðið sér orðs. Oddviti og getur sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er náttúrulega komað til okkar í annað sinn núna. Við báðum að þetta yrði unnið áfram eftir að við sáum merkin síðast. Og það er komin þar ný tillaga núna sem er unnin upp úr því sem við höfum áður séð. Ég get fellt mig ágætlega við þessa tillögu sem er unnin upp eftir okkar beiðni. Mér finnst þetta er mikilvægt að þetta klárist, þetta er bara eitt af því sem þarf að gerast í sameiningavinnunni og til þess að við getum haft allt rétt okkar megin, þannig að ég er bara nokkuð sáttur með þetta. Takk fyrir. Takk Árni Pétur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Lögðu fram eftirfarandi bókun að sveitarstjórn samþykki tillögu 1 sem er tillagan sem var send í beiðnin sem var send til frekari vinnslu og felur sveitarstjóra að láta útfæra merki til notkunar fyrir sveitarfélagið. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá er dagskráin tæmd í dag. Ég þakka fyrir góðan fund og segi fundi slitið.